Við erum stödd hérna á 50 ára afmælissýningu Kvartmýruklúbbsins eða trillitækjasýningu og ætlum að fá að tala hérna við hann Georg Óskar Ólafsson sem á þennan geggjaða 57 Chevrolet Bel Air og hann ætlar aðeins að segja okkur frá bílnum og hvernig hann eignaðist hann. Sko, ef við tökum þetta frá byrjun, þá byrjar þetta í mars 1944 á fæðist upp á Íslandi. Ég veit ekki hvort það var í Vestmannaeyjum eða hérna í Norðureyjunni. Lítill fallegur strákur sem vex upp og skírður Henry Stefánsson. Og ef við spólum svo svolítið hratt fram, þá hann sestur að með konunni sinni í Flórida 1973. Og árið eftir þá sé ég auglýsingu í Hot Rod og auglýsingin er svona eins og frímerki og það er að fara að stofna Classic Chevy Club og ég náttúrulega sótti að verða félagi 1, 2 og 3 og þetta gekk svo vel hjá honum Doug Moorhead sem að stofnaði þennan klubb og hann gat fljótlega að fara að gefa út tímarit og í tímaritinu kom félagatal og það er þar sem að Henry og Gilda sjá nafnið mitt. Þau voru orðin meðlimir líka. Já. Og þau skrifuðu með bréf og vildu ná sambandi við Vestmannaeyjar. Já. Við skrifuðumst á og hringdumst á í svona 1-2 ár og Henry var alltaf að segja þú voru að koma, Goggi, þú voru að koma, endilega kíkja í heimsókn og svoleiðis að ég fór með kærustuna mína í september 1981 í mína fyrstu utanlandsferð. Og erum hjá Henry og Gillu í mánuð og á þessum mánuði þá handsöluðum við Henry það að ég myndi kaupa á honum eitt Chevrolet og hann myndi gera hann upp og koma honum heim til mín til Íslands. Já. Já, svo líður þarna 1-2 ár, ég borgaði á honum reglulega, þetta voru engar stórar upphæðir sko, en mér minnir að bílinn hafi kostað $6.000 með öllu. Svo kostaði það kostaði 45.000 að flytja heim með samskipum og svo borgaði 103.000 í toll. Henry var búinn að semja við mig áður en að ég fengi bílinn að hann mætti monta sig á honum í Reykjavík, á Reykjavíkursvæðinu upp á Akranesi áður en hann kæmi til Vestmannaeyja. Og ég leyfði þann til góðfúslega. Hann sem sagt pröfukeyrir bílinn með að keyra frá Sarasota til New York í einni beygju. Bara hamborgarar og bensín. Minnir hann hafi verið 18 tíma á leiðinni. Nú, þegar hann kominn til New York þá var farinn kúknislega. Hann fekk að skjótast þar inn á verkstæði að laga það, henda honum í gám og svo fór hann heim. Beygði þangað til bíllinn var kominn til Íslands og þá flaug hann yfir og Gilla með honum. Og þau montuðu sig eins og ég sagði hérna á svæðinu þarna í 1 viku og koma svo með Henry til Vestmannaeyja og þá fékk ég bílinn loksins afhentan og þau skelltu sér á þjóðhátíð og ég man að það hafði gengið svolítið illa að tala Gillu til að koma á þjóðhátíð en henni fannst svo gaman með vinnur hún hafi komið í 7 ár eftir þetta bara með vini sína á þjóðhátíð. Svona grunninn er þetta sagan hvernig við kynntumst og ég eignaðist þennan bíl og við höfum náttúrulega alltaf verið í sambandi síðan og góður vinskapur en ég hef reynt að passa upp á Henry gamla eins og hann heitir þessi vel og vandlega í gegnum árin og ég held að það tekist ágætlega þetta er komið 44 ár. Já, það finnst mér. Þetta er svona sagan. Já, gaman að þessu og Henry náttúrulega þekkja mjög margir íslenski bíla áhuga menn, Henry Stefánsson í Flórida og það er gaman að hafa þessa tengingu og bara takk fyrir að deila þessu með okkur. Ekki málið, bara verið góður. Takk.